Fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar númer 691 haldinn í Merkinesi Hljómahöll þann 18. febrúar árið 2025 klukkan 17 er hér settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Sverrir Bergmann Magnússon, Sigurrós Antonsdóttir, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Bjarni Páll Tryggvason, Díana Hilmarsdóttir, Valgerður Björk Pálsdóttir, Guðbergur Reynisson, Margrét Sandes, Helga Jóhanna Oddsdóttir, Margrét Þórarinsdóttir og í forsætishúsin hér stendur Guðný Birna Guðmundsdóttir. Einnig eru hér viðstödd Íris Eysteinsdóttir ritari bæjarstjórnar og Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri. Á dagskrá bæjarstjórnar í dag eru 6 mál á dagskrá, fundargerðir bæjarráðs frá 7. og 13. febrúar, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. og 14. febrúar, fundargerð lýðheilsuráðs frá 10. febrúar, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 12. febrúar, fundargerð velferðarráðs frá 13. febrúar og að lokum fundargerð menntaráðs frá 14. febrúar síðastliðnum. Nú kæru bæjarfulltrúar, þá hefjum við bæjarstjórnarfundinn okkar í hér í dag og byrjum á fundargerðum bæjarráðs frá 7. og 13. febrúar en áður en orðið verður gefið hér laust fundargerðirnar vill forseti lesa hér upp bókun frá meirihluta bæjarstjórnar vegna fundargerð bæjarráðs frá 13. febrúar síðastliðnum máli númer 1 skammtíma fjármögnun bæjarsjóðs. Skrifað hefur verið málið í fjölmiðlum og í kjölfari höfum við heyrt að áhyggjur séu tilkomnar af fjárhagsstöðu bæjarins meðal íbúa sem er mjög miður. Viljum við í meirihlutanum því leggja hér fram bókun í byrjun fundar til að árétta ákveðin atriði. Bókunin hljóðar svo. Meirihluti beinnar leiðar Framsóknar og Samfylkingar leggur áherslu á ábyrga fjármálastjórn hér eftir sem hingað til. Þann 13. febrúar síðastliðinn leitaði fjármálastjóri Reykjanesbæjar eftir heimild frá bæjarráði til að tryggja skammtíma fjármögnun fyrir 1 milljarð vegna tímabundins lausafjárvanda. Skýringarnar fyrir þessari stöðu eru helst þær að Reykjanesbæjar hefur á undanförnum árum farið af stað með miklar og frekar fjárfestingar vegna mikillar fjölgunar íbúa en einnig vegna þess að við stöndum frammi fyrir mjög umfangsmiklu viðhaldi á mörgum af okkar húsum sökum rakavandamála. Fjárfestingar Reykjanesbæjar fyrir árið 2024 telja tæpa 6 milljarða en á árinu 2025 gerum við ráð fyrir fjárfestingum fyrir 2 milljarða sem áætlað er að þurfa ekki að fjármagna með lántöku. Við höfum undanfarin ár verið að endurgera 2 grunnskóla sem voru hvað verst farnir að rakaskemmdum og eru langt komin með þá báða. Þessar framkvæmdir hafa reynst mjög dýrar þar sem við erum einnig að stækka báða skólana samhliða og kaupa inn í þá nýjan búnað. Auk þessara 2 skóla höfum við verið að sinna viðhaldi í öðrum leik- og grunnskólum í sveitarfélaginu því við viljum af öllum mætti koma í veg fyrir að eins umfangsmiklar rakaskemmdir komist á stað í öðrum húsum hjá okkur. Auk þess erum við hér að reisa nýtt hjúkrunarheimili fyrir 80 íbúa sem við munum opna síðar á árinu en í þeirri framkvæmd greiðum við kostnaðinn í fyrstu og fáum síðan greitt frá ríkinu. Fjármálastjóri Reykjanesbæjar kynnti fyrir bæjarráði að sveitarfélagið á útistandandi reikninga frá ríkinu meðal annars vegna uppbyggingar umrædds hjúkrunarheimilis upp á 200 milljónir og vegna annarra samninga við ríkið upp á tæpar 120 milljónir. Önnur atriði sem vert að taka hér fram að samhliða þeirri miklu íbúafjölgun sem hefur verið undanfarin ár höfum við endurgert skólaveg 1 sem leikskólaútibú Tjarnasels og erum að klára 2 nýja 120 barna leikskóla, annars vegar leikskólinn Aspalaut í Keflavík og Drekadal í Innri-Njarðvík. Við ákváðum að flýta útskiptingu á gervigrasi í Reykjaneshöllinni þar sem fyrra grasi var ekki talið öruggt fyrir iðkendur lengur og þar var gert ráð fyrir kostnaði fyrir 80 til 100 milljónir sem við greiðum núna í febrúar. Reykjanesbæjar líkt og önnur sveitarfélög er að fást við talsverðan kostnað vegna veikinda starfsfólks á þetta bæði við skammtíma og langtíma veikindi en þessi kostnaður var árið 2024 200 milljónir. Reykjanesbæjar greiddi 103 milljónir í skólamál til grunnskólabarna frá tímabilinu ágúst til desember en þetta innan ákvæði kjarasamninga. Að lokum skal sagt að þessi mikli kostnaður eru að koma til í lok árs á sama tíma og við vorum að klára íþróttamiðstöðin í Stapaskóla og fasteignagjöld eru ekki að koma inn til okkar í desember og janúar líkt og restin af árinu. Meirihlutinn hefur lagt áherslu á að áætla tekjur varlega í fjárhagsáætlunum undanfarinna ára þrátt fyrir nokkuð þrýstingum að gera það ekki.
Það nefnilega betra að eiga meira fjármagn síðari hluta árs í stað þess að ofáætla tekjur og lenda svo í vandræðum og ná ekki endum saman sem við erum að sjá tímabundin lausafjárskort. Það ekki óalgengt að sveitarfélög leiti eftir tímabundnum lánalínum þegar uppvaxtarhraðinn jafn hraður og hann hjá okkur. Það mikilvægt að við gerum okkur öll grein fyrir því að stækkun sveitarfélaga kostar og aukin þjónusta kostar. Staða á rekstri sveitarfélagsins góður því hér hefur verið þétt haldið utan fjármál undanfarin ár og það stendur ekki til að gera breytingar þar á. Og undir þetta rita allir fulltrúar meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. En orðið laust og Margrét Þórarins var búin að rétta upp hendi gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir. Ég kem hér undir sama lið 1 í fundargerð bæjarráðs frá 13. febrúar, skammtíma fjármögnun bæjarsjóðs. Við stöndum núna frammi fyrir alvarlegu lausafjársvandamáli hjá bæjarsjóði. Meirihlutinn, Samfylkingin, Framsókn og Bein leið hafa brugðist við þessum fjárhagsvanda með því að taka skammtíma lán. Þetta hefur komið til vegna þess að í desember og janúar voru ekki innheimt fasteignagjöld. Það ekkert nýtt að nálinni og allir ættu að vera meðvitaðir það og hefðu átt að vera öllum ljóst. Það algjörlega óásættanlegt. Það mikilvægt að stýra fjárflæði samkvæmt innstreymi hverju sinni og gæta til þess að sé sjóður fyrir þá mánuði ársins sem bera minna innstreymi. Stærstu kostnaðarliðirnir eru þekktir og ætti þetta því ekki hafa verið að koma okkur á óvart. Við sjáum að það vanáætlanir varðandi útgjöld til dæmis þegar kemur að búnaðarkaupum fyrir Myllubakkaskóla og Holtaskóla. Auk þess hafa nokkru stóri reikningar sem tilheyrðu síðasta fjárhagsári komið til greiðslu eftir áramót, svo sem gervigras, lóðaleiga til ríkisins, kaup á búnaði og viðhaldsefni og uppsetningu ljósleiðara í höfnum. Einnig var framkvæmdakostnaður vegna íþróttamiðstöðvar Stapaskóla mjög þungur á síðustu mánuðum ársins og umfram fjárfestingar áætlun. Áætlanagerð Reykjanesbæjar hefur greinilega ekki staðist og skortur á yfirsýn og samræmingu enda samþykktu umboð ekki fjárhagsáætlunina fyrir árið 2025 ásamt Sjálfstæðisflokki. Bæjarfulltrúar minnihlutans fengu ekki upplýsingar þessa stöðu fyrir á bæjarráðsfundi þann 13. febrúar þegar beiðnin var lögð fram. Það algjörlega óásættanlegt að svona mikilvæg ákvörðun fjármál Reykjanesbæjar sé ekki kynnt og rædd. Það enn óljós hvaða milljarða skammtímalánið mun kosta bæjarbúa þar sem að kjörin frá Landsbankanum á nýtt skammtímalán ennþá í vinnslu og á eftir að taka hana fyrir hjá lánanefnd Landsbankans. Ekki má gleyma því að það 19. nóvember síðastliðinn var tillaga bæjarráðs heimild til lántöku upp á 2,5 milljarða hjá Lánasjóði sveitarfélaga samþykkt í bæjarstjórn. Í minnisblaði sem fylgdi kom fram að óska væri eftir heimildinni til að greiða upp skammtíma fjármögnun sveitarfélagsins. Í ljósi þess að þá spyr ég, getum við treyst því að fjármálastefna Reykjanesbæjar sé raunhæf og áræðanleg. Þetta ekki aðeins spurningu tölur og reikninga. Þetta snýst traust okkar til stjórnar og ábyrgar gagnvart framtíð Reykjanesbæjar. Nú rétti tími til að endurskoða áætlanir, auka gagnsæi og ábyrgð í fjármálastjórninni svo við getum tryggt að hver króna sé notuð á réttan hátt og í hag allra bæjarbúa. Ég legg því til að við setjum okkur markmið betri fjármálastjórnun og að framkvæmdir verði aðeins hafnar ef til staðar nægilegt fjármagn. Með því að vinna saman og leggja áherslu á traust og gott upplýsingaflæði til minnihlutans sem ábótavant og raunhæft skipulag getum við tryggt farsæla framtíð fyrir Reykjanesbæjar. Ég óska að þetta verði bókað. Kæru þakki fyrir þetta. Orðið laust. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Það kemur í sjálfu sér ekki á óvart bókun meirihlutans, Samfylkingar, Framsóknar og Beinna leiðar. Þar sem að allt í himnalagi. Gengur vel og bara skilja ekkert í því að fjölmiðlarnir séu að fjalla það að það var tekið milljarður í skammtímalán. Eða þannig skildi ég bókunina.
það í sjálfu sér ekki mikið að því að taka lán. Það hluti af rekstri, en það sem að við gagnrýnum, það hvað þetta kom á óvart. Hvar planið sem Samfylkingin alveg einstaklega góð í að koma með. Þetta átti ekki að koma á óvart samt, þrátt fyrir allt að því leyti til að í ársreikningnum, síðast ársreikningi, því að nýja ársreikningin ekki komin út, það ársreikningu 2023, að þar segja endurskoðendur, í endurskoðunarskýrslu PricewaterhouseCoopers, þá kemur eftirfarandi fram og ég ætla að vera með beina tilvellun. Mikilvægt fyrir sveitarfélagið að fylgjast vel með lausafjárhlutfalli á komandi tímabilum. Ég ekki viss að það sé að fylgja vel með þegar það kemur á óvart ákveðin útgjöld, eða það kemur á óvart að ákveðna framkvæmdir hafi farið fram úr áætlun. Og við erum ekkert að tala einhverja 10 milljónir eða eitthvað svoleiðis. Við erum að tala mjög stórar upphæðir. Við bókum þá, eftir síðasta ársreikning, svona, meðal annars, handbært fé lækkar mikið á milli ára og með þessu áframhaldandi getur bæjarsjóður lent í vandræðum með að standa við skuldbindingar nema til komi lánveitingar og svo framvegis. Þess vegna var tekið lán í nóvember 2024 fyrir 3 mánuðum síðan upp á 2,6 milljarða til að greiða upp þessa skammtíma fjármögnun sem hafði verið. Það eitthvað sem var búist við, væntanlega, hugsanlega, eflaust. Þráttur að það komi 2,5 milljarðir í langtíma fjárveitingu, svo kemur skammtíma stuttu síðar til þess að brúa þangað til að lánin verður greitt út og fátalans 2,6, en það 2,5 milljarðar sem stendur í samþykkt bæjarstjórnar, varðandi langtímalánið. Og núna, í febrúar 2025, þá kom það fram að taka þyrfti eða opna á lánalínu, fá skuldbindingu, fá skammtíma fjármögnun fyrir reksturinn upp á 1 milljarð. Öll svona skammtíma fjármögnun dýr. Yfirleitt 2% og verður mikið lán ef að það fer eitthvað undir það. En þetta það sem við erum að glíma við og að gera lítið úr því finnst mér undarlegt. Að gera lítið úr því að mikið af fyrirtækjum í hruninu, efnahagshruni Íslendinga, fóru mörg fyrirtæki og flest fyrirtæki á hausinn vegna þess að lausafjárstaðan var slæm. Ekki af því að ársreikningarnir litu svo rosalega illa út. Þetta alvarlegt og á ekki að gera lítið úr þessu. Þess vegna kemur á óvart að meirihlutinn skuli segja að þetta allt bara í fína lagi. Ég veit það ekki, ég las þessa frétt fyrst í Dagblaðinu og kom mér reyndar á óvart að blaðamenn væru að lesa bæjarráðsgögn. Það kom virkilega óvart. Síðar kom Morgunblaðið með þetta og vitnaði í grein í Dagblaðinu. Og það var hvergi að ég gat séð að Sjálfstæðisflokkurinn, að Reykjanesbær væri í einhverju fjárhagsvandræðum. Alls ekki. Það bara verið að benda á augljósa að snemma árs núna verið að heimila 1 milljarð í skammtímafjármögnun. Allt og sumt.
Þannig að ég verð að lýsa yfir miklum vonbrigðum með að við ætlum okkur væntanlega að halda bara áfram á sömu braut. Við erum svo svakalega ánægð með hvernig allt er gengið og hvernig þessu stjórnað og hvernig framkvæmdirnar eru. Þetta er bara allt í fína lagi. Ekki nema að það vantaði inn í þessa bókun af því að forseti nefndi áðan að það væri svo frábær fjármálastýring búin að vera og vitnaði í að einhverjir væri að segja einhver staðar á samfélagsmiðlum. Það þurfum við nú að bæta því við að fulltrúar ykkar, meirihlutans, Samfylkingar, Framsóknar og Beinna leiðar hafa verið ansi duglegir á samfélagsmiðlum og ég ætla ekki að nefna þetta nema út af því sem kom fram áðan. Að segja að það væri ennþá verið að borga fyrir óráðsíu sjálfstæðismanna. 11 árum síðan, 11 árum síðar er enn verið að borga út af óráðsíu sjálfstæðismanna. Sjálfstæðismennir sem lækkuðu skuldaviðmiðin 200% stig og þið eru búin að lækka það svipað með allar hækkarinnar. Ég ætlaði ekki að nefna þetta, ég varð að gera það af því að það kom að þetta væri búið að vera svo frábær stýring. Ég verð samt að segja að ég hef verið ánægð með margt í stýringu þessa meirihlutar á meðan Sjálfstæðisflokkurinn er í minnihluta og sem ég kom inn. Mér hefur fundist á margan hátt verið skynsamlega haldið á málum en á öðru leyti ekki svo mjög. Það sem að ég hef gagnrýnt og gert aftur og aftur og aftur og aftur, það er eftirlitshlutverk með framkvæmdum. Samt er við í miklu betri stað núna en áður með því að hafa sett upp eignasjóðinn og það hefur hjálpað mikið, en það er vonbrigði að það komi fram núna í febrúar án þess að við vissum nokkuð það að Stapaskóli 2, eða framkvæmdir Stapaskóla 2 sé að fara svo mikið fram úr. Ekki hef ég séð neitt það og ég er búin að spyrja aðra bæjarfulltrúa og þeir bara kannast ekki við það. En það kemur fram þegar að vera að fjalla að það þurfi skammtímafjármögnun. Það var ekki bara að þetta var fært á milli frá áramótum yfir á næsta ára, en það myndi ekki hafa neitt að segja vegna þess að þú ert í rauninni að rúlla peningunum. Það kemur í ársreikningum hvernig staðan er, það er sett hann á sjóðstreymi. Það er þannig í öllum rekstri. Þannig að þó að færist á milli áramóta, á milli desember og janúar eða eitthvað svoleiðis, þá ekki að skipta máli. Síðan er nú alveg kostulegt það sem kemur fram að þetta kom að eitt af því sem var bara virkilega slæmt, að það er ekki innheimt fasteignagjöld í desember og janúar. Úps. Það hefur ekki verið gert í fjölda ára. Ég held bara frá því að ég keypti íbúðin í Njarðvíkunni, ég held að það var meira að segja styttri tími sem fasteignaskatturinn og fasteignagjöldin voru reiknuð. Og ég skil ekki alveg hvernig þeir fá þessar 720 milljónir reyndar varandi út af innheimtum fasteignagjalda vantaði þarna í desember og janúar. En við erum með bókun, Sjálfstæðismenn, út af þessu fyrsta máli og út af bæjarráði 13. febrúar, en hún hljóðar svo. Í endurskoðun á skýrslu PFC vegna síðasta ársreikning Reykjanesbæjar vegna ársins 2023 kemur eftirfarandi fram. Mikilvægt er fyrir sveitarfélagið að fylgjast vel með lausafjárhlutfalli á komandi tímabilum. Fyrir nákvæmlega 3 mánuðum, þann 19. nóvember síðastliðinn, var tillaga bæjarráðs heimild til lántöku upp á 2,5 milljarða hjá lánasjóði sveitarfélaga samþykkt í bæjarstjórn. Í minnisblaði sem fylgdi kom fram að óskað væri eftir heimildinni til að greiða upp skammtíma fjármögnun sveitarfélagsins. Í bæjarráði í síðustu viku, þann 13. febrúar, einungis 3 mánuðum síðar, var lögð fram ósk 1 milljarða skammtíma fjármögnun til viðbótar til 1 árs. Í minnisblaði kom fram eftirfarandi rökstuðningur. Orðrétt segir:
Ekki eru innheimt fasteignagjöld í desember og janúar en það eru 720 milljónir samanlagt, tilvitnun lýkur. Þess verður að geta hér að tekjum vegna fasteignagjalda hefur verið dreift á 10 mánuði, febrúar til nóvember í fjölda ára og hefur því ekki átt að koma óvart að þær bærust ekki í desember og janúar. Ýmsar aðrar ástæður eru taldar upp sem skýringar á sjóðstreymisvandanum, meðal annars fjárútlát vegna hjúkrunarheimilisins og að framkvæmda kostnaðar vegna íþróttamiðstöðvar í Stapaskóla hafi verið mjög þungur á síðustu mánuðum ársins og umfram fjárfestingar áætlun. Það vekur athygli að í minnisblaðinu kemur í fyrsta sinn fram að framkvæmda kostnaðar vegna íþróttamiðstöðvar í Stapaskóla hafi verið umfram fjárfestingaráætlun. Auk þess eru nefnd fjárútlát vegna hjúkrunarheimilis en Sjálfstæðisflokkurinn og Umbót gerðu athugasemd við það að ekki væri tekið tillit til þeirra og annars kostnaðar. Í bókun þegar þeir sátu hjá við afgreiðslu fjárhagsáætlunar fyrir árið 2025 enda töldu við hana ekki raunhafa. Það er ekki langt liðið á árið þegar ljóst er að við reyndumst sann spá. Sjálfstæðisflokkurinn spyr því meirihluta Samfylkingar, Framsóknar og Beinna leiðar. Hvers vegna lágu upplýsingar fjárþörf ekki fyrir fyrr? Hvernig stendur á því að kostnaðar og sjóðstreymisáætlanir sem bæjarfulltrúum hafi verið kynntar standast ekki betur en þetta strax í upphafi árs? Það er eitt að þurfa að fara í lántökur en er ekki lágmarkskrafa að það sé gert með góðum fyrirvara og stutt af góðum áætlunum til að lágmarka kostnað eins og hægt er. Og þeir sem undirrita þetta eru bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Margrét Sanders, Guðbergur Reynisson og Helga Jóhanna Oddsdóttir. Já, takk fyrir þetta og forseti vill minna bæjarfulltrúa á að lesa upp úr skjölum með leyfi forseta. Svo það sem tekið fram þá eru við eitt best rekna sveitarfélag á landinu. Við höfum undanfarin 10 ár lagt okkur fram við að safna þeim peningum sem til okkar hafa hlutast og það var einmitt ástæðan fyrir því að við upphaflega áttum fjármagn í að fara í þessa framkvæmdir. Ég vil líka taka það fram, eða forseti vil taka það fram að í bókun meirihlutans kemur skýrt fram að við erum að fara úr 6 milljarða fjárfestingu í 2 milli ára. Þannig að við erum vissulega að gæta aðhalds í fjárfestingu milli ára. Og fyrsta bæjarfulltrúa Margrét Sanders vitnar í ársreikning 2023 þá kom þar fram að Reykjanesbær stóð í 106% skuldaviðmiði þegar viðmiðið átti að lágmarki vera 150%. Að lágmarki. Að hámarki, fyrirgeðu, kæra þakkir, herra bæjarstjóri. Þegar Reykjanesbær stóð sem hæst var þetta hlutfall 400%, 371% ef forseti mannrétt. Þetta hefur við lagað með áratuga langri þrotalausri vinnu. Þannig að það er mjög miður að það sé gert lítið úr því og talað aðstæður hér eins og við séum á barmi gjaldþrots. Það er alls ekki rétt. Það er enginn hér að gera lítið úr lausafjárskorti. Í bókun meirihlutans kemur fram ástæður fyrir honum. En það er mjög mikilvægt að það sé gert grein fyrir aðstæðum eins og þær raunverulega eru. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Virðulegi forseti, ég ætla að fá að byrja og segja það að þegar hér í pontu var talað að einhverjir bæjarfulltrúar meirihlutans hefði verið að tjá sig á samfélagsmiðlum einhverja, og ég ætla að leyfa mér að nota orðin sem notuð voru á óráðsíu sjálfstæðismanna hér einhvern tímann í fortíðinni, að þá kannast enginn við það, svo það sé sagt hér bara í myndavél. Þannig að við skiljum ekki alveg við hvað er átt þar. En það er kannski ótengt þessu máli sem hér er verið að fjalla
Bara til þess að, því að forseti fór hér ágætlega yfir eitt og annað sem tengist fjárhagsstöðu og þeim framkvæmdum sem voru hér í gangi á síðasta ári og halda sjálfsögðu áfram inn í þetta ár, að þá finnst mér rétt að það komi fram að það stóð til allt árið í fyrra að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga og við biðum líka bara með það af því við vissum að vexti voru mjög háir snemma á síðasta ári, þannig að við vildum hinkra með það eins lengi og við gátum til þess að tryggja það að kjörin sem við fengjum væru almennileg. Þannig að við leystum málin og það var til umræðu í bæjarráði og allir bæjarfulltrúar með fulla vitneskju það að við værum að leysa málin með skammtímalánum þar til að við tókum svo af skarið og sóttum í lok árs. Annað sem kannski vert að nefna hér og bara ítreka að það þarf ekki að vantreysta áætlunum að eins og kom hér fram að þá voru 320 milljónir og eru útistandandi reikningar sem við eigum eftir að fá greidda frá ríkinu og síðan var ákveðið í bæjarráði að flýta framkvæmdum upp á 100 milljónir í íþrótta Reykjaneshöllinni, takk fyrir. Þannig að við vissum aldeilis að við værum þar til dæmis með ákveðin reikning sem við ætlum að borga í febrúar. Þannig að það er ekkert óeðlilegt að við leitum til skammtíma fjármögnunar og það kemur líka fram og að því að hér er valið úr hvað er lesið upp úr gögnum sem að hafa borið sem tengjast málinu að fjármálastjóri segir að það verði ekki þörf á að nýta alla lánalínuna. Þannig að þó það sé óska eftir lánalínu fyrir alltaf milljarði að þá stendur ekki til að fullnýta hann. Við munum bara nýta það sem þarf og verðum mjög fljót að rétta úr þessu þannig að það að skapa eitthvað svona vantraust er í mínum huga algjör óþarfi og auðvitað erum við að passa upp á það að við séum ekki að eyða hér í óþarfa og það var ein af ástæðunum fyrir því að við vildum kanna það með stjórnendum hérna á síðasta ári að svona flytja til ákveðna verkþætti í framkvæmdum á milli ára að það var einmitt til þess að skapa ekki þessar aðstæður að við værum í erfiðleikum sem við erum svo sannarlega ekki. Stapaskóli er verkefni sem hefur dregist og það hefur verið lengi og það verkefni fór af stað áður en stjórn Eignasjóðs var til og við höfum óskað eftir því núna í ljósi þess að því að við höfum öll gert okkur grein fyrir því að kostnaðurinn hefur farið fram úr áætlunum og það á eftir að eiga sér stað loka uppgjör á því verkefni hvort sem er. Við vitum í raun svona ekki alveg hver staðan er og höfum óskað eftir því og gerðum það í samtali á bæjarráðsfundinum að fá upplýsingar stöðuna á því núna þegar að það stór glæsilega mannvirki hefur verið tekið í notkun og sundlaugin verið tekin í notkun núna á næstunni. Þannig að við munum fá bara nánari útlistun og þá reikna ég með að verði annars svona samtal. Þannig að það er bara eins og það er. En varðandi svör eða spurningar sem að bæjarfulltrúi Margrét bar hér upp að þá reikna ég með því að því við fengum þessar spurningar ekki fyrirfram að við fáum bara tíma til að svara þeim formlega. Það er ekki meira. Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri, kjörsu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú ekki að blanda mér í pólitískt hnútukast á milli meirihluta og minnihluta en ég vil bara upplýsa ykkur það að við, ég sem bæjarstjóri og fjármálastjórinn okkar, við höfum átt samtöl þessa stöðu sem upp er komin og hvort að það hefði verið hægt að koma í veg fyrir hana eða grípa til einhver aðgerða fyrr og okkur miðar hægt og rólega áfram í betra verklag og ég ætla ekki að skorast undan ábyrgð sem bæjarstjóri að bera minn hluta af þessari stöðu
Sveitarfélagið að vaxa alveg gríðarlega hratt og það er búið að fara vel yfir það hér allar þær framkvæmdir sem við erum í og einhverjir peningar útistandandi hjá ríki og einhvernum fleirum. En það dýrt að vaxa og við höfum talað fyrir þessu lengi á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga við ríkisvaldið og ég get upplýst ykkur til dæmis það að á öðrum Norðurlöndum ef íbúafjölgun fer yfir ákveðin mörk sem eitthvað staðar minni mig 2–2,5% á ári að þá grípur eða eru einhverjir sjóðir til hjá ríkissjóði viðkomandi landa þess að hlaupa undir bagga með kommununum og sveitarfélögunum sem að vaxa svona hratt í einhver tíma. Við erum búin að vera að horfast í augu við 6–7–8% vöxt hér núna á ári í 10 ár. Það ekkert sveitarfélag á Íslandi sem hefur kemst með tærnar þar sem við erum með hælana hvað þetta varðar. Nema kannski Vík í Mýrdal sem reyndar mun minna sveitarfélag en hlutfallslega hefur það líka vaxið alveg gríðarlega hratt. En alltaf einu, þetta bara fín umræða, fín brýning, ágæti bæjarfulltrúar minnihlutans og ég og fjármálastjórinn þegar byrjuð að ræða það hvernig, ekki hvort heldur hvernig við getum gert betur. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég vil þakka bæjarstjóranum fyrir orð hans. Þetta það sem kallað eftir. Og ég veit að hann gengur vasklega til verka og þessi vinnubrögð verða betri og það vel. Varðandi einhverjar færslur, þá vil ég taka það fram að það var aldrei sagt að bæjarfulltrúar væri því. Það var held ég engin bæjarfulltrúar sem kom nálægt því. En þetta eru sterkir fylgismenn sem hafa haft sér mikið í frammi og hafa jafnvel verið nátengdir ykkur. Þannig að það var nú meira að vera að setja þetta fram í gríni því að þetta, ég las þetta einmitt, þessi ummæli þegar ég var að fara að sofa. Ég ætla ekki að sofna því ég hló upp átt. Eiginmaðurinn kemur og bara spyr, býtu hvað var að gerast? Og þá las ég þetta. Þetta bara það. Þetta fyndið. Það ekkert hægt að segja annað. Varðandi það að það sem við erum að benda á auðvitað það að þegar að svona og ég nefndi það áðan, varðandi lausafjárstöðu, þá skiptir máli að lausafjárstaðan sé góð. Þar byrja vandamálin. Það var akkúrat það sem gerðist í hruninu, það var það sem gerðist hjá Sjálfstæðisflokknum og það það sem að maður hræddur að gerist núna. Ég benti á þetta og fékk bágt fyrir þegar við ræddum síðasta ársreikning, reyndar ekki frá bæjarstjóra en frá öðrum, þegar ég benti á að jú, við værum réttum yfir núllið en það væru rauð flögg. Ég benti á lausafjárvandann og benti á að þyrfti ekki annan að bætast við einn leikskóli, að þá væri þetta komið í hættu, að fara röngum megin við núllið. Ég vil taka undir með bæjarfulltrúum sem hafa komið hérna fram og stigið upp að áskorun mikil við rekstur sveitarfélaga. Mjög mikil. Við höfum verið svo lánsöm að ná inn fjármagni svo sem frá 2009 held ég að sé 5 milljarðar sem við höfum fengið út á svokölluðum magnabréfum, bara í peningum Þannig að bara svona peningar hjálpaðu þetta. Og við getum ekkert sagt að við borgum það að taka lán, við fengum þetta auðvitað því að þetta láin í ársreikningum áður og voru afskrifaði mjög langt niður. Þannig að þetta kom bara með þessi ársreikningi bara sem eins og þetta kæmi væri bara gjöf en ekki gjald. Þetta var auðvitað út af sölu en það var bara að vera að segja að við fáum ekkert þetta verðlaust bréf og annað og það eru til upptökur af því. Þannig að við viljum bara brýna fyrir okkur öllum að það eru rauð flögg þarna og þess vegna vil ég fagna því sem bæjarstjóri sagði.
Takk. Margrét Þórarins. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir sama lið, ég vil bara þakka bæjarstjóra innilega fyrir og ég fagna því að hann og fjármálastjóri séu farin að ræða hvað betur megi fara. Það sem að við í meirihlutanum erum í rauninni að gera, við erum að benda á þessar staðreyndir og það kom okkur alveg ofboðslega í opna skjöldu að við hefðum ekki hugmynd þessi mál og þá sérstaklega að við eigum að fara að samþykkja skammtíma lán upp á 1 milljarð án þess að það sé nokkuð búið að ræða við okkur. Þetta er náttúrulega gríðarlega há uppæð og hvort sem hún verður notuð öllu eða ekki, að þá trúi ég ekki því að meirihlutinn hafi bara heyrt þetta þennan morgun. Það vitum við öll að það er rangt. Þannig að það þarf að flagga fyrir okkur, ef við eigum að vera í samvinnu, gera þetta saman, vinna vel saman, þá verðið þið að upplýsa okkur og lofa okkur að vera með. Það er aðalatriðið. Við erum að gagnrýna vinnubrögðin, við erum að gagnrýna okkur sem það var ekki flagga fyrr. Þannig að ég ætla að vona svo sannarlega og ég trúi því sjálf í hjarta mínu að Kjartan muni standa við orð sín. Takk fyrir. Bjarni Páll Tryggvason. Forseti, bæjarfulltrúar og góði gestir. Ég kem hérna undir fyrsta lið á 1503. fundi bæjarráðs frá 13. febrúar síðastliðnum sem við höfum verið að ræða hérna undanfarið, sem er fjárhagur Reykjanesbæjar eða lántaka bæjarsjóðs Reykjanesbæjar eða lánalína þarna upp á 1000 milljónir. Og ég kannski, hér höfum við komið og talaði ýmislegt í pontu hérna og tökum svona og segjum aðalatriðið er að verklegin sé í lagi og annað, bókanirnar eru líka svolítið sterkar. Og mér finnst bara rétt að halda því til haga líka hérna, því að íbúar eru þetta bara illa brenndir af því að bæjarfélagi lendi í miklum fjárhagskröggum. Það var ekkert gaman mál að greiða hérna hæsta útsvar landsins hérna í talsverðan tíma, bara alls ekki. Það er ekkert gaman mál þegar ekki hægt að fjárfesta fyrir eina einustu krónu hérna svo árum skiptir og afleiðingarnar eru augljósar. Og því held ég að sé mikilvægt að því sé haldið til haga að fjárhagur Reykjanesbæjar er ekki í einhverju rúst, sko. Og það er heldur ekki málflutningur meirihlutans eins og kemur fram bara í bókuninni að það sé verið að loka augunum og segja að hér sé bara allt í blóma. Við erum búin að ræða þetta hérna ítrekað bæjarfulltrúar sem hafa komið upp á undan mér að það eru heilmiklar áskoranir í rekstri. Við bara líka taka það fram að er þetta best í heimi að vera að fá einhverja beiðni lántöku í febrúar? Nei. Er einhver að tala fyrir því hér að þetta sé bara frábært? Ég hef ekki heyrt nokkurn mann segja það. Ég held að allir hefði viljað vera á öðru sér stað með það. Og það búið að koma hérna fram að það er tækifæri til að gera betur í fjárstræmisáætlunum. Fullyrðingar að hérna, fjárhagsáætlun ársins sé algjörlega óraunhæf vegna þessara lántöku á þessum tímapunkti er ég nú ekki til í að taka undir. Það er margt eftir af árinu og margt sem á eftir að koma upp á daginn. Og mér finnst bara mikilvægt að við tölum svolítið af ábyrgð stöðuna í sveitarfélaginu okkar. Og upplýsingagjöf og ábótavant er nefnt hér og ekki gagnsæi er kallað eftir. Það er öll gögn sem að öll gögn liggja fyrir og vinna mjög vel í fjárhagsáætlanagerð með það sem allir koma að borðinu. En við þurfum líka þess að náttúrulega taka til skoðunar þessa vinkla sem að liggja þarna á milli, sko. Hvernig ætlum við að haga þessu samspili framkvæmdaþarfar og fjárhagsstöðu? Því að framkvæmdaþörfin er gríðarleg og ákallið í samfélaginu eftir þjónustu og uppbyggingu er mikið. Og 5.000 milljarða framkvæmdir á síðasta ári sem að kom okkur tímabundið á þann stað að við þurfum að leysa tímabundið lausafjárstöðuna hjá sveitarfélaginu. Það er bara staðan sem er uppi og aftur, það er ekkert verið að segja að hér sé bara allt í toppmálum. Það eru áskorunir sem fylgja þessu. Og við megum heldur ekkert gleyma því að
Reykjanesbær er bara í allt annarri stöðu heldur en sveitafélög að sambærilegri stærð þegar kemur að tekjuöflun. Allt annarri. Ég var að lesa gögn hérna daginn sem að voru að sýna tekjur sveitafélaga uppsafnað umliðnum árum. Og horfur á sveitafélag eins og til dæmis Garðabæ, sem er minna sveitafélag en Reykjanesbær. Þetta tekjurnar á einhverju nokkur ára tímabili voru 10 milljónum hærri. 10.000 milljónir. Og þetta staðreynd sem hefur verið allavega upp á borðum frá því ég kem inn í bæjarstjórn og hún enn til staðar að tekjur per starfandi einstaklingi í Reykjanesbæ, útsvarstekjur, eru ekki sambærilegir við sveitafélag af sömu stærðargráðu. Jöfnunarsjóðurinn er ekki að fara best með okkur í heimi í þessu sveitafélagi heldur. Menn endurreikna íbúafjölda eftir einhverjum reiknireglum sem þeim hentar og þar með bara akrakadabra, tekjurnar fara niður og það snúið að áætla í svona umhverfi. Og ég legg bara áherslu á það að við tölum á ábyrgð fjármál sveitafélagsins á þess að vera í einhverju forðun gagnvart því sem er áskorun. Takk fyrir. Kæra þakki fyrir þetta. Bæjarfulltrúi Bjarni Páll, þú varst væntanlega að meina 5 milljarða, ekki 5.000 milljarða. Eða það. Næstu bæri við Helga Jóhanna Oddsdóttir. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er rétt að rekstur sveitarfélaga er erfiður og þungur og það gleður mig óneitanlega í þessari þungu umræðu að fá upp hæstvirtan bæjarfulltrúa Bjarna Pál til að taka til þess að tekjur Reykjanesbæjar nú hlutfallslega per íbúa mun lægri heldur en fjölmargra annarra sveitarfélaga ef ekki langflestra. Og þetta er akkurat það sem við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem við verið að benda á trekk þegar að forgangsröðun og áhersla á málaflokka hefur verið rædd hér, að atvinnuuppbygging og að í rauninni sá út þannig að uppskeran skili sér í auknum tekjum, í hærra launuðum störfum og í vel reknum fyrirtækjum að hér sé eftirsóknarvert fyrir stærri fyrirtæki að setja upp starfsemi, að þetta séu áherslurnar, en við höfum bara því miður talað fyrir daufum eyrum oft á tíðum. En það breytir því ekki að nú stendur meirihlutinn frammi fyrir lausafjárkrísu sem að fylgir því að vera í rekstri oft á tíðum og það má alveg tala um það að bæjarbúar séu brenndir eftir að hafa verið með hæsta útsvarið og fasteignaverð hrundi og ég veit ekki hvað og hvað í hruni sem að reið yfir allan heim. Þannig að mikill má nú máttur Sjálfstæðisflokksins vera að bera þá ábyrgð en þá, öllum þessum árum síðar. Þannig að ég tek undir með stöllmenni Margréti Sandnes að því að þetta er gjörsamlega orðið óþolandi að þegar við ræðum verklag að þá er því snúið yfir í já en þið settu bæinn á hausinn. Þannig að nú svörum við fyrir okkur og meirihlutinn verður bara að þola það þó svo og ég sé að meirihlutinn er mjög hissa á svip. Það er enginn að segja að þetta hafi verið tekið fram hér á þessum fundi. En það þarf ekki að spóla langt aftur á þessu kjörtímabili til að finna síðustu svona ummæli. Takk. Forseti vil kannski aðeins árétta út af því að umræðan hefur kannski örlítið farið hingað og þangað að hér erum við með tilbúna fundadagskrá sem að við ræðum ekki fyrir fundin í samfélagsmiðla sem eitthvað las sem hefur sér. Við bara skulum halda okkur við málefni dagsins og þessa fundar. Orðið er laust fundagerðir bæjarráðs. Nú forseti vil aðeins koma hér upp á lið númer 6 frá 7. febrúar FabLab Suðurnes ársskýrsla. En forseti vil óska FabLab til hamingju með fyrsta starfsári sitt hjá okkur hér í Reykjanesbæ og Suðurnesjum.
En þarna voru 1600 heimsóknir sem verður að teljast mjög ánægilegt á opnunar ári. Það er gleðilegt að sjá að það voru tæplega 700 framhaldsskólanemar og 79 háskólanemar einnig sem að nýttu sér þessa þjónustu og auk þess voru íbúar sem að kíktu í heimsókn og sóttu námskeið. Ég hvet bæjarfulltrúa til að lesa þessa frábæra skýrslu eftir verkefnastjóran, hann Vilhjálm Magnússon, sem að hann hefur leitt þetta starf vel og þetta er mjög áhugaverð áskýrsla og óska forseti FabLab aftur til hamingju með fyrsta ári og hvetur íbúa til að heimsækja FabLabið hafið þið ekki gert það nú þegar. Nú, þá ber forseti hér, nei, það er eitt enn kæru bæjarfulltrúar, fundarliður 5, fundargerð stjórnarsamtaka orkusveitafélaga frá 31. janúar. Forseti þreyti seint að tala samtökin, en þau voru stofnuð 2011 en aðildarsveitafélögin eru alls 23. Tilgangur þessa samtaka er töluvert yfirgripsmikill en helst má nefna að þau standa vörð hagsmuni aðildarsveitafélaga í öllum málum sem tengjast byggingu orkuvera og virkjana, orkunýtingar, fjárhagslega hagsmuna í því sambandi og umhverfismálum. Þau taka líka þátt í mótun orkustefnu með áherslu á stöðu vatnsafl, jarðvarma og vindorku sem sjálfbærar orkuframleiðslu. Samtökin hafa lagt áherslu á afnám undanþágu rafveitna frá fasteignamati og að sveitarfélög fái aukna tekjur á orkuöflun og orkuvinnslu sem fer fram í þeirra landi. Skemmst er að segja frá því að það hafa verið 3 starfshópar á vegum ríkisins sem hafa fjallað málið og var það niðurstaða eftir vinnu 3. hópsins að afnema skyldi undanþágu á fasteignamatskyldu strax og að sérstakt skattþrep yrði lögfest vegna virkjunar mannvirkja. Auk þess er gleðilegt að segja frá því að samtökin fengu fund með Spáni fjármála og efnahagsráðherra til að ræða máli og þökkum við fyrir þá áheyrn. Þannig að það er áhugi á þessum málum. Nú, ef ekki fleiri hafa hér óskað eftir orðum orkumál nýja fleiri mál, að þá ber ég fundargerð bæjarráðs hér upp til samþykktar. Nei? Það er vangavelta hvort að við þurfum að samþykkja þessa skammtíma fjármögnun sérstaklega. Já, ef ekki bara gera það til öryggis. Nei. En það er allt í lagi að gera það sérstaklega. Þá stöndum við frammi fyrir því, kæru bæjarfulltrúar, að í fundargerð bæjarráðs frá, ekki 7. febrúar, frá 13. febrúar, mál 1 skammtíma fjármögnun bæjarsjóðs sem borið hér upp til sérstakrar samþykktar og biðja hendur og loft þeir sem geta samþykkt. Og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Ber forseti því hér upp fundargerðina 2 að öðru leyti og þær eru samþykktar einnig að öllu leyti. Kæra þakki fyrir þetta, kæru bæjarfulltrúar. Þá tökum við fyrir annað mál á dagskrá fundarins en það eru fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. og 14. febrúar og við erum hér eins og að venju fyrst með nokkur sérstök mál sem við þurfum að samþykkja. Og hefur forseti yfirferð á þeim málum og býður svo fundargerðirnar upp hér til opinnar umræðu. Nú, þau mál sem þarf að samþykkja sérstaklega eru öll frá fundinum sem haldinn var þann 7. febrúar og málin eru eftirfarandi. Mál númer 6, Víkingaheimar tillaga að lóðastækkun. Þetta er opið hér til umræðu. Það hefur engin hvatt sér hljóðs þeir sem samþykkja þetta mál númer 6 vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt á öllum greiddum atkvæðum. Það er mál númer 7, Bogatröð 11 viðbygging sem er opin til umræðu. Þeir sem samþykkt geta fundarlegin vinsamlegast gefið merki og það eru öll atkvæði. Nú mál númer 8, Trölladalur 1-11 fyrirkomulag á sorpskýlum. Þeir sem samþykkt geta fundarlegin vinsamlegast gefið merki. Og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Kæra þakki bæjarfulltrúar. Mál númer 9, Dvergadalur 7 fyrirspurn. Hér er engin. Þeir sem samþykkt geta fundarlegin vinsamlegast gefið merki. Og ég fæ allar hendur á loft, kæra þakkir. Mál númer 10, lokamáli Keilisbraut 746 er hér opið til umræðu. Þeir sem samþykkt geta máli vinsamlegast gefið merki og það eru öll greidd atkvæði.
Nú opnar forseti umræðu fundargerðina 2 að öðru leyti og Margrét Þórarinsdóttir var búin að biðja hér orðið, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir lið 12 í fundargerð umhverfis- og skipulagsráð frá 7. febrúar, metanólframleiðsla umsagnarbeiðni. Með leyfi forseta. En þar segir í inngangi umhverfis- og skipulagsráð eftirfarandi. Fyrirhuguð framkvæmd felst í því að framleiða metanól á lóð sem innan auðlindagarðsins við Reykjanesvirkjun. Fyrirhuguð framkvæmd við hlið fyrirhugaða vetnis- og metanframleiðslu á sama svæði. Framkvæmd aðili Swiss Green International. Ég vil því spyrja meiri hlutar, Framsókn Samfylkinguna beina leið, hvort að Swiss Green Gas International hafi við staðið við fyrri verkefni. Rekstrarhæfi þess tryggt? Raunverulegt næg koldíox losun frá jarðvarmavirkjuninni til staðar fyrir 28 megawatta framleiðslu? Ef svo ekki, hvað þarf þá að flytja mikið inn magna mengun? Hvernig verður tryggt að mengun og önnur áhrif verði í raun innan ásættanlegra marka? Ásættanlegt, það í raun huglagt mat og krefst frekari greiningar, sérstaklega þegar að ræða langtíma áhrif. Einnig kemur fram í skýrslunni með leyfi forseta. Áhættu mat verður framkvæmt fyrir reksturinn og nákvæmari öryggisaðgerði verða skilgreindar byggt á sértækum hættum vegna hugsanlegs metanólsleka. Gerð verður grein fyrir þessum aðgerðum í starfsleyfi. Ég get varla orðið bundist. Hvers vegna ekki gerð grein fyrir þessum aðgerðum í skýrslunni? Heildarniðurstaða skýrslunar segir, sem á blaðsíðu 71 með leyfi forseta. Vegna fyrirhugaða framkvæmdar eru áhrif á rekstrartíma metin nokkuð neikvæð á sjó og ásýnd lands og landslags. Nokkuð neikvæð áhrif verða á ferðamennsku og útivist. Áhrif vegna efnahættu talin nokkuð neikvæð. Ég spyr nú enn og aftur meiri hluta hvort hann muni samþykkja að veita þetta starfsleyfi án þess að fá svör við spurningum mínum sem hvergi að finna í skýrslunni. Með það að leiðarljósi hvaða áhrif þetta starfsleyfi mun hafa þá legg ég til eftirfarandi tillögu. Málinu verður frestað þar til svar best við spurningum mínum ásamt því að fá svar af hverju ekki hægt að gera grein fyrir áhættumati fyrir reksturinn og nákvæmari öryggisaðgerðir verði skilgreindar byggt á sérstækum hættum vegna hugsanlegs metanólsleka, en það mun verða gert þegar starfsleyfið fæst eins og kom hér fram áðan. Umboð telur að svona lítil skýrsla sé alls ekki tæmandi og munum við því sitja hjá við afgreiðslu málsins ef tillaga mín verður ekki samþykkt. Ég óska þetta verði bókað. Já, orðið laust fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs. Guðbjörgur Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, kæru bæjarfulltrúar, ég kem hérna undir báðum fundargerðum umhverfis- og skipulagssviðs. Þar sem ég nú í nefndinni og mikið að vera á þessum fundargerðum. Fyrsta mál á fundargerð 7. febrúar. Ég búinn að vera í nefndinni síðan 2022 og það eru þá komin 3 ár, tæplega. Og alltaf höfum við verið að ræða þessi blessuðu hringtorg hérna við Grænásbrekkuna og á Njarðarbrautinni og Njarðarbrautin sé orðin hættulega mikil umferð og sprungið og þurfum eitthvað að gera og ennþá erum við alltaf að setja í fundargerðir að þetta sé að koma í ferli og það er að fara að gera eitthvað í þessu og ég veit að ráðið hefur bókað sameiginlega bara nokkru sinnum síðustu 3-4 skipti að drífa þetta í gang en ég ætla að vona að þessu verði flýtt núna og komið í gang á þessu ári. Njarðarbrautin þrísprungin. Þetta bara orðið vesen og ef þið farið bara Reykjanesbrautina frá flugstöðinu og niður á Fitjar 4 á daginn þá allt sprungið þar líka.
þannig að fólk farið að stinga sér niður Bergásinn og niður á Njarðarbrautina og þétta ennþá meira umferðina og svo öll þessi uppbygging sem að fara í gang, Bíkó, Krónan, allt þetta sem að gerast á Fitjónum, þannig að við þurfum nú að fara að spýta í lóana. Ég ætla að hvetja ykkur til þess að hjálpa okkur við það. Í máli 2 þá vil ég bara hrósa starfsfólki umhverfissviðsins. Þau eru bara standa sig bara mjög vel og Reykjanesbrautin byrjuð að taka mynd á Reykjanesbrautina frá Fitjum og upp í flugstöð. Ég hef mikinn áhuga á þessu máli og ánægður með að það verið að hlusta á þá sem hafa verið að setja út á, þá sem hafa verið að hvetja til að passa upp á útganga í Reykjanesbæ, passa upp á uppbyggingarsvæðin okkar, passa upp á að bara umferðin gangi gegnum Reykjanesbraut og þarna ég mjög ánægður bæði með umhverfissviðið og bara okkur öll, bæði fulltrúana. Við höfum staðið vel saman í þessu. Varðandi Reykjanesi þá þarf ég eitthvað aðeins að kynna með það betur. Gott þú sért að flagga því en ég ekki alveg viss. Ég þarf að lesa þessar skýrslur betur. Fyrst afsökunar að hafa ekki almennilega lesið það en ég skal fara aðeins í það. Ég bara svo ánægður með uppbygginguna á Reykjanesi, þessu stærsta fiskeldi okkar að ég bara, já, en við þurfum að passa okkur, ég sammála því. Í fundargerðinni 14. febrúar, þar varð maður svona, já, mjög ánægður. Það bullandi uppbygging á Ásbrú, 1000 íbúðir sem eru teknar fyrir þarna á einni fundargerð. Við verðum að spyrja okkur hvort að bærinn þolir þetta stóra uppbyggingu í einu, allir innviðirnir. Og þá kemur nú heldur betur Grænársbrekkan og allar þessar tengingar við Reykjanesbæ frá Ásbrú. Það verður að passa það allt vel og passa að uppbyggingin sé í samræmi. Þannig að næsta skref hjá okkur verður líklega að óska eftir því að flýta þeim framkvæmdum á Reykjanesbrautinni sem ekki að hefjast fyrir 2029 en við erum að tala að við ætlum að fara að berjast í þessum 4 hverfum á næstu 3-4 árum. Þannig að við verðum heldur betur líka að spýta þar í lófana. Það sem ég hef áhyggjur af og allt ráðið reyndar, það eru bílastæðamál. Og ég ætla að tala svolítið fyrir hönd bíleigenda að við erum ekkert mikið að labba mikið. Við viljum ekkert leggja einhverstað langt frá og labba með innkaupapokana eða börnin eða hvað sem Við viljum bara geta lagt og þið takið eftir því bara hvar sem þið komið að það aldrei laus stæði alveg við þar sem þú varst að fara inn sko. Þið getið örugglega öll vitnað um það. En á einni tillögunni þarna var verið að tala um 300 stæði fyrir 250 íbúðir. Og þar voru líka andrúmsþíetur ofan í. Við verðum að sko passa og ráðið þetta flagga þessu og við frestuðum þessu að því við viljum aðeins skoða þetta betur. Við verðum að passa að það sé pláss, að það myndist ekki bara stríð milli aðila út af bílastæðum. Bara heima hjá mér eru 5 bílar. Hvernig með ykkur? Ég meina þetta bara svona. En allavega hjálpast að við þetta, gerum bæinn góðan. Takk fyrir. Kæra þakki fyrir þessa brýningu. Kæri Guðbergur Einarsson, við erum ekki komin á þann stað að við erum að byggja fjölbýlishús og það er ekkert bílastæði. En forseti vill kannski aðeins í fundargerð frá 7. febrúar, mál 1 og mál 2, annars vegar hönnun gatnamóta Njarðarbrautar, Fitjabakka og Bergás og hins vegar Reykjanesbraut valkostagreining. Þetta eru 2 risamál sem eru tekin fyrir í ráðinu og þau eru bæði lögð fram. Þannig að þetta er ekki til fullnar samþykktar hér en endilega kæru bæjarfulltrúar að kynnið ykkur. Þetta er bæði hringtorg sem að verður þarna á Njarðarbrautinni og tengist uppbyggingu sem að mun hefjast þar í haust. Þannig að það er mjög mikilvægt að við séum öll meðvituð hvað er að fara að gerast þarna og einnig hvernig það tengist inn í Ásahverfið þarna beint fyrir ofan.
Auk þess þarna komin valkostagreining fyrir Reykjanesbraut, nýjar tillögur, en eins og þið munið þá höfum við rýnt þetta mál mjög vel og vill forseti segja það að samstaða meiri og minnihluta mjög þétt í umhverfis- og skipulagsmálum, enda eru þau risastór mál hér í okkar sveitarfélagi. En orðið laust ef ykkur vill taka til máls undir fundargerðum umhverfis- og skipulagsráðs. Já. Var herslumunur á okkur? Kjartamál, viltu vera síðastur? Nei, bara þegar þið... Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Nei, bara já. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Við erum að velta fyrir okkur varðandi 12. mál í fyrri fundargerð Ösksins eða umhverfis- og skipulagsráðs og það óþægilegt ef maður er ekki viss að það ekki gerð, það stendur hér nefnilega í bókun umhverfis- og skipulagsráðs fyrir hönd Reykjanesbæjar telur að nægilega sé gerð grein fyrir þeim þáttum sem að sveitarfélaginu snúa að gera ekki athugasemdir niðurstöðu umhverfismats. En síðan hefur komið hérna fram að þetta sé ekki umhverfismat, þetta frá skipulagsstofnun. Ég ekki alveg bara átta mig alveg á þessu og mér finnst þetta óþægilegt og skýrsla verkis áhrif umhverfismats. Þannig að við töldum að þarna væri misskilningaræða innan ráðsins og þess vegna hafi þetta ekki verið samþykkt innráma en svo virðist ekki vera. Þannig að ég bara, ef að einhver getur svarað þessu betur, hvort að við getum, ef við samþykjum þetta, það sé allavega þarna skoðað betur, ef að bæjarstjóri getur farið betur ofan í saumana á þessu, en þarna allavega það misað í sambandi við þetta mál, þannig að það verðum eitthvað óviss með þetta. Takk. Hér eru umræður í gangi, þannig að ég hleypi Kjartanum á meðan. Hversu vel, bæjarstjóri? Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér finnst sjálfsagt að verða að bæjarstjórn verði við þessari beiðni bæjarfulltrúum sem að fresta málinu og þetta verði skoðað betur. Tala ekki ef að hér eru aðilar úr ráðinu sem er ekki alveg vissum hvað var þarna til umræðu. Þannig að og bæjarfulltrúar heyrist mér ekki heldur. Þannig að það er bara full ástæða til þess að skoða máli betur. Að mínu mati. Margrét Þórarins, gjörðu svo vel. Já, ég vil bara koma því fram að þetta er umhverfismatsskýrsla sem var unnið fyrir verkefnið af Verkís og ég tel að það þurfi að ítarlega athugun á langtíma umhverfisáhrifum á þessari starfsemi þannig að það sé hægt að tryggja að mengun sé haldið í lágmarki og starfsemi sé sjálfbær til lengri tíma. Þannig að þó að það fari ekki á milli mála þá er þetta umhverfismatsskýrsla sem var unnið fyrir þetta verkefni af Verkís. En eins og ég segi, ég tek fagna því að bæjarstjóri leggur til að við frestum þessu máli. Þetta er rosalega stór og löng skýrsla og hún var svo torlesin og við erum ekki sérfræðingar. Enginn af þessu fólki sem situr í umhverfis- og skipulagsráði eru sérfræðingar á þessu sviði. Þannig að ég tel að það hefði átt að fá sérfræðinga til að útskýra þessi mál fyrir okkur og svo er skýrslan þeir segja neikvæð, nei ekki neikvæð. Þannig að það er svo mikið ósamræmi í skýrslunni, þannig að eins og ég segi, okkar maður Gunnar Felix Rúnarsson, hann var sá eini sem satt þennan fund sem las alla skýrsluna. Það gáðist allir upp á blaðsíðu 4. Þannig að mér finnst ótrúlegt að við séum að fara að samþykkja svona mikilvægt verkefni án þess að hafa nógu góð
rök af hverju við eigum að samþykja það og gögnin. Já, við þurfum bara að fá sérfræðing á þetta svið og fá þetta algjörlega á hreint og sérstaklega þessum spurningum sem að ég velti hér upp áðan að þeim sé svarað. Þannig að ég ætla að vona að meirihlutinn standi með mér í þessu verkefni og samþykki að fresta þessu máli. Takk fyrir. Forseti gerir hér stutt fundarhlé.
Bæjarfulltrúar, nú erum við komin aftur hér í fund bæjarstjórnar og við tókum hér stutt fundarhlið þar sem að við ræddum fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. febrúar síðastliðnum, nánar tiltekið mál númer 12, metanólframleiðsla umsagnarbeiðni. Hér hafa farið fram umræður þessa umsögn og ýmis atriði tengt þessari skýrslu, þannig að niðurstaðan er sú að þessu máli er frestað og bæjarstjóra falið að vinna áfram í málinu. Legg ég það til, kæru bæjarfulltrúar, ég þarf að fá að sjá hendur náttúrulega hér fyrir þessum lið. Kæru þakki fyrir það, það samþykkt öllum greiddum atkvæðum og þínar spurningar bæjarfulltrúi Margrét Þórarins fara þá til bæjarstjóra sem að þú lagði fram hér áðan. Nú, þá erum við með fundargerðirnar hér til umræðu. Ef ykkur vil taka til máls fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs. Nú, svo er ekki þessi samþykkt að fundargerðirnar á öðru leyti vinsæl að gefa merki. Og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú, þá erum við komin hér að 3. máli á dagskránu okkar í kvöld, fundargerð lýðheilsuráðs frá 10. febrúar, Díana Hilmarsdóttir, gjörðu svo vel. Bæjarstjóri, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Mig langar að fara yfir nokkra liði í fundargerð lýðheilsuráðs frá 10. febrúar síðastliðnum. Það er mál 1 sem var kynning á berginu Headspace, en Sigurþóra Bergsdóttir kom á fundinn og kynnti starfsemi bergsins Headspace sem veitir ungu fólki stuðning, hlustun og ráðgjöf í öruggu og fordómalausu umhverfi. Lýðheilsuráð tekur jákvætt í verkefnið og telur mikilvægt að bæta stuðning við börn og ungmenni í Reykjanesbæ í takt við óskir ungmennaráðs. Hafþór, íþrótta- og tómstundafulltrúi, upplýsti ráðið að í undirbúningi væri stuðnings- og ráðgjafarþjónusta fyrir ungmenni á aldrinu 13 til 18 ára í bígerð og ég, forstöðumaður í Björginni og Gunnhildur, forstöðumaður Fjörheima 88 hússins, munum fara á fund lýðheilsuráðs 13. mars næstkomandi til þess að kynna fyrirhugað þjónustu betur, en er að ræða aðgengilega þjónustu fyrir ungmenni þar sem að hægt er að fá viðtal hjá ráðgjafa sem að hlustar, veitir stuðning og ráðleggingar og aðstoðar við úrlausnir og eða aðstoðar viðkomandi við að komast í viðeigandi úrræði ef þörf krefur. Þetta hefur verið í undirbúningi töluvert skeið og ég sagði aðeins frá þessu á haustfundinum 19. nóvember síðastliðinn sem við áttum með ungmennaráði fyrir bæjarstjórn. Og núna er nafnasamkeppni í gangi sem verður til 10. mars og það verður gaman að sjá hvaða nafn verður fyrir valinu og markmið er að hefja þessa þjónustu 2. apríl og við sem erum búin að vera að vinna að þessu erum mjög spennt fyrir þessu þarfa úrræði hér í heimabyggð og það verður unnið í samstarfi við aðra fagaðila á svæðinu. Og svo langum aðeins að koma inn á lið 6 sem er skreppum í skimun í Reykjanesbæ sem var frá 10. til 13. febrúar og lýðheilsuráð fagnar því að þessi verða að bjóða upp á brjóstaskimun hér í heimabyggð og það var uppbókað strax á þessa daga og ég tel að með því að bjóða upp á skimanir í heimabyggð náist betri árangur en hefur verið hér á okkar svæði í gegnum tíðina og ég vona að það verði áfram boðið upp á þessu þjónustu með reglulegu millibili og gefa konum færi á því að sækja þessa mikilvæg þjónustu í nærumhverfi sínu. Og svo langar mig bara að koma framfæri í lið 7, þar sem að lýðheilsuráð óskar Reykjanesbæ til hamingju með að vera formlega orðið barnvænt sveitarfélag. Takk. Kæra þakki fyrir þetta. Við gerum það öll að sjálfsögðu og halleluja og allt það. Nokkrum árum síðar. En fundargerð lýðheilsuráðs er hér opin til umræðu, Margrét Þórarinsdóttir. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir fundargerð lýðheilsuráðs lið 2 áfengissala á íþróttaviðburðum áskorun á sveitarfélög. Umboð telur að markmið ætti ekki að vera að banna vígvendingar á íþrótta- og æskulýðsviðburðum heldur að tryggja að þær fari fram með ábyrgum hætti.
Mikilvægt að fylgja skýrum reglum og gæta þess að neysla og sala áfengis í samræmi við gildandi reglugerðir. Til dæmis að tryggja að enginn undir 18 ára sé á þeim svæðum þar sem áfengi er neytt og allir fari að settum reglum sölu og neyslu. Við berum sameiginlega ábyrgð á því að skapa heilbrigt og öruggt umhverfi fyrir ungmennin okkar. Þau taka eftir því sem við gerum og læra af fordæmi okkar. Ef við sýnum ábyrgð og skynsemi í þessum málum, hjálpum við þeim að þróa heilbrigð viðhorf til áfengis og samfélagslegra gilda. Við ættum að geta verið sammála að halda þessu í góðu jafnvægi. Við viljum ekki missa stjórnina né að hlutirnir fari úr böndunum. Ungt fólk er framtíðin og það er okkar hlutverk að tryggja að þau alist upp í umhverfi þar sem heilbrigðir lífshættir og góðar fyrirmyndir eru í fyrirrúmi. Ég treysti íþróttafélagunum til að halda utan þetta á þann hátt að unga fólki okkar þurfi ekki að bera skaða af, heldur njóti jákvæðis og uppbyggilegs umhverfis sem styrki þau til framtíðar. Ég óska að þetta verði bókað. Kæri bæjarfulltrúi Margrét Þórarins, ertu að leggja fram bókun eða? Já. Já. Ok. Heyrði, kæru bæjarfulltrúar. Já, gjörðu svo vel. Valgerður Björk Pálsdóttir kemur hér undir fundargerð Lýðheilsuráðs. Virðulegi forseti, mér langar bara að taka undir þessa bókun, mér finnst hún mjög góð frá bæjarfulltrúa Margréti Þórarinsdóttur, þannig að ég ætla að vera með í þessa bókun. Já, það verður hér bókað. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Kæru bæjarfulltrúar, svo er ekki. Þá berum við hér upp fundargerð Lýðheilsuráðs frá 10. febrúar upp til samþykktar. Þeir sem samþykkt geta vinsamlega skefið merki og það eru hér öll greidd atkvæði. Nú þá erum við komin að 4. mál á dagskrá fundarins, fundargerð Íþrótta- og tómstundaráðs frá 12. febrúar síðastliðnum og orðið er laust. Valgerður Björk Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og gestir, mér langaði bara aðeins að fara yfir fundargerð IT-ráðs en við fengum kynningu frá Golfklúbbi Suðurnesja þar sem var fjallað metnaðarfullt starf klúbbsins sem telur 650 félagsmenn og 60 börn sem æfa golf allt árið kring. Golfklúbburinn hefur kallað eftir auknum stuðningi frá sveitarfélaginu en nýlega afsöluðu við húsnæði klúbbsins í Leiru til þeirra sem gera þeim kleift að sækja niðurfyllingu fasteignagjalda hjá Suðurnesjabæ. Klúbburinn bent á að fjárstuðningur annarra sveitarfélaga við sína golfklúbba væri mun hærri en það framlag sem við veitum, en helsta forgangsatriði þeirra er þó að bæta innanhús æfingaaðstöðuna, en þar hefur ýmislegt komið upp á nýlega eins og til dæmis leki, þar sem að þjálfarar og sjálfboðaliðar hafa unnið að úrbótum í samstarfi við starfsfólks umhverfis og framkvæmdasviðs. Og þökkum við kærlega fyrir það. Það er auðvitað ótrúlega leiðilegt að þjálfarar og sjálfboðaliðar sé að standa í ykkur svona. En IT-ráð mun funda aftur með GS í apríl og skoða þar nánari tölulegar upplýsingar úr rekstri klúbbsins. Við endurnýjum samninga við fimleikadeild Keflavíkur og borðtennisfélagi Reykjanesbæjar. Svo í máli 4 var rætt starfsáætlun íþrótta- og tómstunda og lýðheilsumála 2025, en þar eru ýmis flott verkefni á döfinni bæði í íþrótta- og tómstundamálum og lýðheilsumálum, meðal annars undirbúningur fyrir opnun nýrrar félagsmiðstöðvar í Njarðvík, aðgerðir í íþrótta- og tómstundamálum sem til þess að virkja börn af erlendum uppruna, fötluð börn og börn af efnaminni heimilum til þátttöku. Haldið verður ungmennaþing núna í vor, frístundastefna verður lögð fyrir bæjarstjórn síðar á árinu, ný sundlaug opnuð og svo gamla lagfærð. En ég hvet svo bara bæjarfulltrúa til að kynna sér starfsáætlunina og sé að hún er líka á dagskrá bæjarráðs síðar í vikunni. Varðandi nýtingu hvatagreiðslna að á síðasta ári nýttu 62% barna í Reykjanesbæ sér hvatagreiðslur til þátttöku í íþrótta- og tómstundastarfi.
Og ef við skoðum börn af erlendum uppruna sérstaklega að þá voru 34% barna af erlendum uppruna sem nýttu sér styrkin, en þarna þurfum við að gera enn betur til að tryggja að öll börn hafi jöfn tækifæri til þátttöku. Nýting hvatagreiðslna, svo erfitt orð, afsakað forseti, hvatagreiðslna jöfn milli kynja sem mjög ánægjulegt. Það svo lítill munur á stuðningi á milli sveitarfélaga. Reykjanesbær að greiða 45.000 krónur á ári fyrir börn á aldrinum 4 til 18 ára sem svona aðeins lægra en í mörgum bæjarfélögum, en hins vegar eru mörg sveitarfélög ekki með svona breytt aldursbil eins og við erum með. Við skoðum svo auðvitað í haust hvort hægt sé að hækka hvatagreiðslurnar í næstu fjárhagsáætlun. Svo veit ég að planið líka að fara í auglýsingaátak til að vekja athygli á hvatagreiðslunum sem þarf að gera reglulega. Sýnist forseti ætla að ná í vatn handa mér. Síðasta málið sem ég vil ræða hitakerfi undir HS Orkuvell sem síðasta málið á dagskrá fundarins. En það knattspyrnudeild Keflavíkur óska eftir fjárhagslegum stuðningi til að lagfæra hitakerfið á HS Orkuvellinum. Þannig að hægt að spila á grasvellinum allt tímabilið. En það hefur lengst í báða enda undanfarin ár og hefur Keflavík nýtt gervigrasi bak við Reykjaneshöllina það mánuði sem ekki eftir að spila á grasvellinum. Í IT-ráði var bókað að það þyrfti að leggja heimtaug af vellinum, en eflaust réttara að tala að breyta dælubúnaði í sundlauginni svo hann nýtist til upphitunar á grasvellinum. Ekki hægt að áætla árlegan kostnað við upphitun vallarins þar sem kerfið hefur aldrei virkað eðlilega. Knattspyrnudeildin hefur þegar fengið styrk að upphæð 3 milljónir króna í verkefni frá KSÍ, en ef ekki verður ráðist í framkvæmdirnar núna mun styrkurinn eflaust ganga tilbaka, en kostnaðaráætlun nemur 8 til 10 milljónum króna. Málinu hefur verið vísað til bæjarráðs síðar í vikunni til efnislegrar umræðu og ákvarðanatöku, enda IT-ráð ekki með fjárheimildir fyrir þetta verkefni í fjárhagsáætlun fyrir 2025. Kærar þakkir fyrir þetta. Orðið laust fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs. Forseti vill koma hér aðeins inn á 2 mál örstutt og byrja á máli 6 þátttökutölur sem að bæjarfulltrúi Valgerður Björk fór hér vel yfir áðan, en það mjög ánægjulegt að sjá þetta og það hefur lengi verið okkar markmið að auka þátttöku barna í Reykjanesbæ í skipulegu íþrótta- og tómstundastarfi og þetta smám saman heldur betur að takast. Þannig að forseti vil nýta hér tækifærið að þakka ráðinu og okkar Hafþóri Birgissyni fyrir að halda þétt utan þessi mál og skólan okkar og þjálfaran og alla sem koma að þessu. Þetta gríðarlega mikilvægt að við erum að innvinkla börn í þetta starf, þannig að vel gert hjá okkur. Nú varðandi mál nummer 8 hitakerfi undir HS Orkuvöllin, þarna talað tengingu eða heimtaug en hér einnig talað dælu, þannig að það þarf aðeins að rýna þetta mál betur. Nú erindinu hefur verið vísað af ráðinu til bæjarráðs til frekari umfjöllunar, en forseti vill einnig upplýsa að máli verður einnig skoða nánar á stjórnarfundi HS Veitna til að rýna betur í hvað þarf og nánari kostnað, þannig að við séum aðeins meðvituð það. Þó þarf einnig að taka fram eins og bæjarfulltrúi kom hér inn áðan varðandi kostnaðinn sem styrktur að hluta til, að þá ekki þar undir rekstur á þessu sem þar eftir tengingu. Þannig að það eru fleiri skemmtilega atriði sem eru þarna bakvið. En við munum skoða þetta mál og rýna það nánar og koma með það aftur hér inn þá síðar. En þeir sem samþykja þetta fundargerðina ef ekki fleiri vilja taka til máls vinsamlega skefið merki og það hér samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú þá erum við komin hér að 5. mál á dagskránni fundargerð velferðarráðs frá 13. febrúar síðastliðnum, orðið laust og hér Sigurrós Antonsdóttir gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestir. Já, ég kem hérna undir fundargerð velferðarráðs sem var 13. febrúar síðastliðinn. Þetta var alveg ánægilegu fundur en ég ætla bara aðalega að tala mál 2.
það smáhúsin. En þarna velferðarsvið hefur verið unnið að undirbúningi fyrir úthlutun smáhúsana og væntanlegar þjónustu fyrir nýja íbúa þeirra í samvinnu við virkni og ráðgjafateymis, öldrunar- og stuðningsþjónustuteymis og bjargarinnar, geðræktarmiðstöð Suðurnesja, og þessi vinna er búið að taka 2 ár og þá tala ég frá því þegar velferðarráð kallaði eftir þarfagreiningu á stöðu heimilislausra í febrúar 2023. Þannig að núna þetta orðið að veruleika. En síðasta föstudag var skrifað undir viljayfirlýsingu, sem sagt fyrir helgi, samstarf helstu samstarfsaðila í nærsamfélaginu sem þjónusta eiga íbúa með miklar og flóknar þjónustuþarfir. Sameiginlegt markmið þeirra að sinna einstaklingsbundinni þjónustu við íbúa smáhúsana sem að best verður á kosið hverju sinni. Í viljayfirlýsingunni kemur jafnframt fram að unnið verður frá hugmyndafræðinni húsnæði fyrst og að skaðaminnkandi nálgun og leitast á við að þjónusta við íbúana. Út frá þjónustuþörfum þeirra og þeim aðstæðum sem þeir búa við. Og þá ætla ég bara að vísa í bókun velferðarráðs 13. febrúar 2025 með leyfi forseta. Velferðarráð þakka fyrir góða vinnu sem unnin hefur verið í þessum málaflokki og fagnar fyrirhugaðu samstarfi á milli Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja, Reykjanes apótek, Frú Ragnheiðar og lögregluembættisins á Suðurnesjum. Og ráðir hvetur til samkenndar og mannúðarlegar nálgunar verkefnið og óska þess að bæjarbúar nálgist umræðuna á nærgætni, tilvitnun lýkur. En það sem ég langaði bara að loka hér þessu með því að segja að þetta hefði ekki orðið að veruleika nema með samstilltu fólki og þá tala ég starfsfólk Reykjanesbæjar, starfsfólk umhverfissviðs og velferðarsviðs og síðast og en ekki síst okkur kjörnum fulltrúum hér því það okkar að vera rödd þessa hóps. Takk. Margrét Þórhallsdóttir. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, já, ég tek undir með bæjarfulltrúa Sigurrós Antonsdóttur. Þetta er alveg frábært verkefni og það gleður mig virkilega að loksins þetta komið og ég get alveg sagt það að þetta áttir að breyta miklu fyrir okkar samfélag og sérstaklega þá kostnaðarlega séð. Við höfum verið að greiða Reykjavíkurborg gríðarlegt fé fyrir þetta fólk sem kemur til með að búa í þessum húsum. Húsin eru alveg stór glæsileg og bara frábær vinna sem hefur verið unnin gagnvart þessu verkefni. Vel gert. Takk fyrir. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem að ég nefni það sem ég er að fara að nefna núna og kannski ekki síðasta. En mælaborð er gott. Það gefur okkur ákveðnar vísbendingar, hvernig þróun er í sveitarfélögum. Það getur verið fjárhagslegt, það getur verið mannfjöldi, það getur verið alls konar. Og í fundargerð velferðarráðs 8. máli er talað fjárhagsaðstoð og sérstakan húsnæðisstuðning janúar 2025 tölulegar upplýsingar. Og þá kemur fram, með leyfi forseta, í janúar 2025 fengu 160 einstaklingar greidda fjárhagsaðstoð, en á sama tíma 2024 fengu 247 einstaklingar. Og síðan er annað komið með þarna. Í fyrstu, þegar maður horfir á þessar tölur, þá getur maður hoppa hæð sína yfir því hvað bara ástandið er gott í Reykjanesbæ. Að það er að fækka töluvert mikið. Við erum að tala að fækkun
87 einstaklinga. En það svo gott? Samsetningin að breytast? Það vegna aðila frá erlendum uppruna sem eru farnir annað? Hvað það sem veldur þessu? Og ég hef nefnt þetta áður og ég vil beina því til formanns að fylgja því kannski eftir ef að við höfum betri greiningu af því að við tölum þetta á sínu tíma þegar það fjölgaði svakalega í fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélaginu, þá nefndum við það, það endilega svona slæmt? Þetta ekki út af einhverju öðru? Og svo núna þegar það fækkar svona mikið, þá það út af einhverju öðru og það vont. Ef þetta möguleiki, þá endilega. Ef þetta tekur gríðarlega langan tíma, að þá þetta ekki þess virði því að þetta hljóta vera upplýsingar sem liggja fyrir og ætti að vera auðvelt að finna. Takk. Sigurður Santansdóttir Gjörðsvöld. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég alveg sammála henni bæjarfulltrúa Margrét Sanders. Þú ert að tala sérstaka húsnæðisstuðningin, ekki? Eða varstu að taka bæði? Ok. Við skulum bara kalla eftir þessu, hvað þarna sem liggur á bakvið? Eins og með sérstaka húsnæðisstuðning, þetta fer oftast eftir bara hver sækir hverju sinni. Stundum eru tölunar þannig að þær eru öðruvísi þennan mánuð en svo kannski færri þennan en hærri á mánuð eftir. Og það fer bara eftir hvort að einhverjir hafa gleymt að sækjum eða þó bara eru ekki meðvitaðir það. En ég veit að félagsráðgjafarnir á velferðarsviði eru samt alveg svona spot on eins og ég ætla bara aðeins að sletta upp. En já, skulum bara kanna þetta. Takk. Kærar þakki fyrir þetta og bara fín ábendinga við fáum greiningu á þessum fjölda en þetta eins og við sjáum mjög gleðilegt að upphæðin að fækka milli ára en það sem að stakk forseta mest að fjöldi barna að framfæri foreldra og forráðamanna að fjárhagsaðstoð minnkar töluvert og því ber að fagna einstaklega umfram allt annað. Nú, hér orðið laust. Ef eitthvað vil taka til málsendir fundargerð velferðarráðs, svo ekki þeir sem samþykkt geta vinsamlega skjöfumerki. Og það eru allir viðstaddir, kærar þakkir. Nú kæru bæjarfulltrúar, þá erum við komin að 6. og síðasta málinu á dagskrá fundarins hér í kvöld, sem alls ekki það sísta. Fundargerð menntaráðs frá 14. febrúar orðið laust, Sverrir Bergmann Magnússon, Gjörðsvöld. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur, ég kem hér upp til fundargerð menntaráðs frá 14. febrúar síðastliðnum til að fara yfir nokkuð mál og leggja fram eins og eina tillögu. En við ætlum að fara í fyrsta mál, beiðni framkvæmdir, en í þessu máli voru að laða fram 3 beiðnir framkvæmdir á fasteignum sem heyra undir menntasvið. Í lið A mætti skólastjóri Akursskóla og gerði grein fyrir hugmyndum að nýta betur þá fermetra sem fyrir eru í skólanum og geta í framhaldi af því fjarlægt kennslustofur á bílastæði sem eru fyrir utan skólan. Í lið B mætti skólastjóri Háaleitiskóla og kynnti hugmyndum að selja núverandi frístundahúsnæði Háaleitiskóla til að fjármagna framkvæmdir við stækkun á skólanum og með því koma allir starfsemi skólans undir sama þak, þar með talið frístundastarfseminni. Nú í lið C fór svo sviðsstjóri menntasviðs yfir tillögu Skóla EHF sem að reka leikskólan Skógarás að leikskólinn verði stækkaður 380 fermetra og færi með því úr 4 deilda leikskóla í 6 deilda leikskóla með pláss fyrir rúmlega 120 börn. Nú, menntaráð tók vel í allar þessar tillögur og vísaði þeim til stjórnar Eignasjóðs, en þar var þó hængur á því að samkvæmt gæðakerfi Reykjanesbæjar hefði menntaráð átt að vísa þessum málum til bæjarráðs. Ég fengi samþykki allra meðlima menntaráðs til að vísa þessum tillögum til bæjarráðs í stað stjórnar Eignasjóðs og legg því til hér, með leyfi forseta, að þessum málum verði vísað til bæjarráðs. Nú í öðru máli þá var það starfsáætlun skrifstofu menntasviðs 2025, en sviðsstjóri menntasviðs fór yfir helstu áherslur í starfsáætlun menntasviðs fyrir árið
Og svo í þriðja liði var það nýsköpunar og þróunarsjóður menntasviðs en grunnskólafulltrúi kynnti þá áherslu þætti sem í forgangi þegar að kemur á úthlutun sjóðsins en honum ætlað að stuðla að nýsköpun, framþróun og öflugu innra starfi í leik- og grunnskólum Reykjanesbæjar. Nú helstu áherslu þættir fyrir næsta skólaár eru inngildandi menntun, við og jörðin, læsi og gervigreind í skólastarfi. Menntaráð hvetur skólastjórnendur, kennara og aðra sem starfa að menntamálum í Reykjanesbæ til að nýta þetta tækifæri öllu heldur og sækja styrk til verkefna sem stuðla að framþróun og bættri menntun fyrir nemendur. Takk. Kæra þakki fyrir þetta. Helga Jóhanna Oddsdóttir hefur beðið hér orðið. Virðulegur forseti, kæru bæjarfulltrúar, það var mikil ánægja að sitja þennan fund fræðsluráðs í fjarveru okkar fulltrúa, Gígju Guðjónsdóttur. Menntaráðs, hvað sagði ég? Fræðsluráðs. Ég ennþá í fræðsluráði 1998, menntaráðs, ætla ég að segja afsakið. En það var einstaklega ánægilegt að verða vitni að vinnubröðum skólastjóra sem að komu þarna og kynntu tillögur sínar og hugmyndir af því hvernig mætti nýta húsnæði grunnskólana betur. Og í kjölfarið fóru af stað vangaveltur og svona umræða að gæta þyrfti að allri starfsemi sem að þarf að rúmast innan skólahúsnæðisins umfram þessa lögbundnu starfsemi grunnskólana sem að kennslan og það sem henni við kemur. Þannig að ég var mjög bara ánægð með hennar fund og virkilega gaman og fræðslustjóri, sviðstjóri fræðslusviðs, menntasviðs, nú ég alveg ruglu hvað klukkan, laði fram flotta starfsáætlun sviðsins sem var virkilega gaman að kynnast, þannig að ég þakka bara fyrir mig. Já, hér orðið loftlaust, það augljóst. En orðið laust. Forseti vill kannski aðeins í lokin rétt minnast aftur á nýsköpunar- og þróunarsjóð menntasviðs Reykjanesbæjar sem kemur fram þarna í fundagerðinni. Þessi styrkur ekki veittur í öllum sveitarfélögum en sjóðurinn var upphaflega settur á laggirnar til að hvetja til nýsköpunar í öllu okkar skólastarfi og hvetja okkar starfsfólk að hugsa út fyrir það hefðbundna og stuðla skapandi framþróun. Þannig að þetta mjög mikilvægur sjóður sem við eyrnamerkjum upp að 12 milljónum og vill forseti hér aftur taka fram mikilvægi þess að sækja og fá flott verkefni sjóðan sem að við hefum fengið á hverju einasta ári, bara fullt af flottum verkefni. Nú, hér hefur borist tillaga frá bæjarfulltrúa Sverri Bergmanni að vísa tillögunni formlega til bæjarráðs í staðinn fyrir stjórn eignasjóðs, þessa tillögu sem hann tók fram hér áðan. Fæ ég samþykki bæjarfulltrúa fyrir því og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Í blálokinu fundagerðin laus til umræðu, svo ekki þeir sem geta samþykkt hana vinsamlega skeiðumerki og hér fæ ég næstum allar hendur á loft. Kæra þakkir. Nú kæru bæjarfulltrúar, nú hefur formleg dagskrá bæjarstjórnar verið tæmd. Forseti þakka bæjarfulltrúum fyrir góðan fund. Fundagerð bæjarstjórnar verður undirrituð rafrænt og lýsi ég því bæjarstjórnarfundi Reykjanesbæjar nr. 691 hér slitið.